Þið eru komin í menningarsmygl, 15 þátt menningarsmygl á Samstöðinni og já, nú á að vera bíósmygl, tæknilega séð þetta sjónvarpsþáttasmygl. Við ætlum að fjalla verbúðina og rétt að taka það fram að þegar þetta er tekið upp eru 7 þættir búnir, 8. verður í kvöld eftir frumsýningu og ég er hérna með góða gesti, þau Sigríði Pétursdóttur, kvikmyndafræðing og Eirík Örn Norðdahl skáld. Og ég ætla bara að byrja á að leyfa þeim að kynna sig. Sigríður, þú ert kvikmyndafræðingur en hvað ertu svona helst á bardúsa núna? Já, það svo langt síðan ég hætti að vinna við það beinlínis þó ég sé alltaf svona að gera eitthvað. Ég kemur viðtal svona þegar ég beður og svoleiðis. En ég er mest að skrifa skáldskap þessa dagana en ég ætla ekki að fara að kalla mig rithöfund eða skáld fyrir að það sést eitthvað eftir mig. En það er svona það sem ég geri á daginn fyrir hádegið og eftir hádegið þá er ég að þróa uppskriftir fyrir vefsíðu með sykurlausum, glútenlausum og allslausum uppskriftum. Så ég var að breyta mataræði út af heilsufari og þá fór ég í fastús. Þannig að já, ég er að gera allt mögulegt. Þannig að þið eru að gera það sama, ég meina Eiríkur að skrifa og samt náttúrulega plokkfisksbókina. Jú, já. Já, það var engin sykur þannig, það var talsvert af glúteni samt held ég. En hvað er þetta svona bara þess að dana? Það er nýbúin að gefa deila á önd og svona lenda eftir það kannski? Já, ég var að segja sko frekar bara fljótur í gang. Ég var eiginlega bara að byrja. Ég sagði sko, ég hætti í jólabókaflóðinu með útgáfuhófinu mínu sem ég hélt 10. desember. Ég hélt það seint og lokaði jólabókaflóðinu snemma og byrjaði þá bara að skrifa aftur einhvern veginn og komast í gang með hugmynd sem að bara beið mín en ég ræði ekki frekar en ég er bara eyða mínum dögum í að skrifa og blogga og eitthvað þannig og lesa. Já, ég ætla að spyrja þetta í svona hvað þú ert búin að vera að lesa. Ég sé að það er mikið af Ísafjarðarbókum sem þú ert að minnast á bloginu. Er ekki mest Ísafjarðarbækur bara? Jú, það er ég er ekki alveg á lokuðu bókaræði, hvað maður kallar það, en svona mest megnis. Ég áttaði mig á því að sko einhvers staðar ómeðvitað hef ég bara látið þetta allt sko óbætt hjá garði eiginlega. Ég hoppaði yfir Hagalín og Njörg-Nærvík og og lítið lesið Rúnar Helga, lesið eina bók eftir hann þangað til núna sko. Og ég ákvað bara að gera skurk í þessu. Ég held að hafi verið upp úr því að ég var að lesa Faulkner-bókina Hauks Ingvars, fulltrúðast besta í bandarískri menningu, þar sem hann er að fjalla svo mikið sko, Hagalín hvernig Hagalín er að flytja inn Faulkner og hvernig Faulkner hafa áhrif á Guðmund Danielsson og ég veit ekki þá einhvern veginn bara svona rann upp fyrir manni þar sem maður ætti náttúrulega alltaf að hafa vitað í raun og veru að bókmyndirnar hérna er náttúrulega líka hluti af einhverjum heimsbókmyndum og líka hluti af einhverju starra sæmingleik. Kannski sem að manni fannst bara allt sem manni fannst púkalegt þegar maður var yngri og vildi brjótast út úr það einhvern veginn ég er að sækja það aftur núna. Og var að klára Skáldi frá Þröm ævisöguna sem Magnús Hjaltason. Sem hefur þegar minnast á að það var einmitt leikrit með Ársæli Níelssoni sem var einmitt í lék forstjóra fiskiþings í síðustu verbúð. Það passar. Og einhver svona hápunktar í þessum Ísafjarðarskáldsögum sem hefur verið að... Það skemmtilegasta sem ég ekki að hinga til er það kona sem heitir Arnrún frá Felli sem ég ekki héðan en kemur hingað og starfar sem ljósmóðir sko á sínum 30-aldri og hún flytur héðan 1917. Það er ansi langt síðan. Þá er hún svona afkastamesta skeiðið hennar, þegar hún mikið að skrifa smásögur og kvæði í blöð og alveg rosalega sérstaklega smásögurnar, alveg rosalega sérstakt svona undirfurðulegur andi einhvern veginn í hvernig hún skrifar. Hún síðan fer hérðan nánast beint í Bandaríkjana og þar síðan bara í 55 ár þá hún deyr í Bandaríkjana og giftist þar einhverjum Harvard-prófessor, Íslendingi, málvísindamanni og held ég bara mest í því að vélrita ofan í hann ræðurnar, skildist mér. Það var sagt í minningagreininu, hún hefði getað látið svona anda og hæfileika þroskast, enda hefði hún fengið að vélrita allar ræður hans í 30 ár.
En meðan hún að vélrita allar þessar ræður þá náttúrulega skrifar hún ekki neitt. Og það til nokkrar alveg ágætis fínar sögurindar af þessu efri millistétta Íslendinga samfélagi í Ameríku sem mjög fascinerandi líka. Og mér finnst það ekki standast samanburðið við þessar fyrstu. Og hún gefur síðan ekkert út og enga bók fyrir 56, nokkrum árum eftir að kallinn dauður. Og svo bara, þá á hún ekkert mikið eftir sjálf, þannig að En þetta var rosa svona, rosa uppgötvun að komast í hana. En Sigríður, hvað ert þú búin að vera að lesa og horfa á undanfarið? Síðustu 3 bækur síðan lesið hafa verið frábærar allar eftir það voru systurnar, Júlía Margrét Einarsdóttir með Guðleitara Salome og tilfinningar eru fyrir aumingja eftir Kamilu, systurnar, frábærar báðar. Og svo las ég líka Konuna Sverris sem algjörlega frábær líka eftir Valgerði Ólafs. En svo hef ég horfi ofboðslega mikið á sjónvarp og ég bara skammast mér ekki neitt fyrir það. Ég horfi á marga sjónvarpsþáttaraðir á vikustundum. Og ég hef sérstaklega verið að horfa mikið núna á og verið að fókusa á að horfa á sjónvarpsþætti konur sem eru konur á léttasta skeiði sem mikið af núna á bresku sjónvarpsstöðunum. Öldin var þannig að ef þú varst leikona og fór skreiðst yfir fertugt þá fékkst ekki hlutverk eftir það nema örfáar svona útvaldar. En núna eru bara bitastæðir eftir hlutverkin að koma fyrir konur sem eru orðnar fertugar og meira. Það er ekki bara svona gömlu ömmunar, heldur bara virkilega djúsi sögur. Og ég ætla að nefna aðtöfnir manið allt, en til dæmis eru þetta sem heita Rules of the Game, þannig ekki ólíklegt að þeir eftir að koma annað á RÚV eða Stöð 2 eftir eitthvað. Og þeir eru kallaðir, fengu frábæra dóma í bresku pressunni og þeir eru kallaðir svona fyrstu MeToo þættirnir, þetta svona feðraveldis trillir. Fjölskyldufyrirtæki og svona eitrað andrúmsloft þar og þeir eru að reyna að komast á hlutabréfamarkað og fá inn unga konu sem starfsmannastjóri og þegar hún fer svona að reyna að kanna hvað í gangi þá fer allt að gerast og bara allt ræðilegt. Og svo annar þáttur sem heitir Trigger Point og það konu sem sprengjusérfræðingur og það ég leyfi mér að segja að það eini þátturinn sem ég hef í alvöru hoppað upp úr rúminu. Það svo mikið svona bregðu atriði í honum. Brjálæðislega sterkur karakter og flott flétta Og svo hafa verið 2 þáttaraðir núna sem hafa verið byggðar á svona atburður sem hafa gerst í Bretlandi sem margir vita eins og Hillsborough atburðin og það sem sagt þetta kona sem þetta byggð á sögukonu sem heitir Ann sem sagt barðist fyrir réttlæti fyrir son sinn í marga áratugi og fékk það á endanum, hann dó þarna. Og annað sem heitir For Lives og það það líka svona frá sjónarhorni mæðra og systra. Það voru ungir samkynhneigðir menn sem voru myrtir í Bretlandi hver og eftir öðrum. Þetta gerist bara nýlega og lögreglan var ekkert að tengja þessi morð saman, var ekkert að rannsaka þau fyrir en að þessar konur, þessar rosalega sterku konur fóru að láta til sem taka. Svo að byrja í gærkvöldi og horfa á þátt sem heitir Chloe, alveg hrikalega spennandi. Það kona sem hún aðeins yngri En þetta svona nútíma þáttur líka sem samfélagsmiðlarnir eru í forgrunni og hún greinilega eftirhellir, maður finnir það fljótt, en maður veit ekkert af hverju og hvað að gerast og það svo flott hvernig þetta sett inn í söguna að maður alveg skilin eftir með spurningamerki eiginlega eftir fyrsta þáttinn. Þetta ekki verið svona mata menn, þetta alveg andhverfan við það. Og það maður hefur ekki hugmyndum af hverju þessi kona svona, hvað hún sé eiginlega að gera og það bara mjög spennandi. Það eru fleiri þættir sem eru eins og eitt sem heitir No Return. Hann konu sem fer með fjölskylduna í ferðalag til Tyrklands og sumarfrí og þá strákurinn sakaði fyrir alvarlegan glæp og hún fer að berjast fyrir hann. Þetta bara svona smá partræður, svo náttúrulega Killing Eve alveg að fara að koma aftur næsta seri og þá það alveg ekstra spennandi að því að sonur Ingvar Siggi að fara að leika í og ég held var sjálfur líka, þannig að það mjög, mjög spennandi fyrir þannig bara hvað spennandi þættir. Og svo verði ég að minnast á einn í viðbót sem ég var að horfa á sem var alveg stórkostlegur og það The Tourist, ég veit ekki hvort þið heyrt af því sem að Ólafur Darri leikur stórt hlutverk í þeim þáttum
og mér brá því ég hafði ekki hugmynd þetta að gerast í Ástralíu og þetta bara skemmtilegasta hlutverk, ég ætla bara að fullyrða strax sem ég hef séð hann í. Þetta alveg svona Coen hlutverk. Bara verulega góði þættir. Þeir eru mann sem að það ekki hann samt hann leikur svona ondakallinn. En þetta er mann sem missi minnið, hann bara vaknar allt í Ástralíu og veit ekkert fortíðina sinna. Og svo hefur verið að því svona það sem eftir er. Þannig að þetta svona það sem ég er búin að vera á. Já, breyta verbúðina sem við förum að dempa okkur í. En bara áður en við gerum það, þá myndast hefð í verbúðar umræðum, heila hálfgerð bókmennahefð, að fyrst þurfa allir að gera grein fyrir sínum verbúðarferli eða skort á honum. Þannig að það verður mjög auðvelt að slá mig út. Ég náði 2 vikum í fiskvinnslu á Þórshöfn á Langasendi þegar ég var 18 eða 19. En þú Eiríkur, hvað er þín reynsla á vestanum? Og ég hef aldrei, ef frá að tala London, þá hef ég aldrei unnið í fiski, en ég er alveg upp í rækjuverksmiðju. Þannig ég er alveg upp í slori, og alveg frá 12 til 21, þá vann ég bara mjög mikið í rækjuverksmiðju. Auk þess, þá kannski, ég hef dottið í það á verbúð á Suðureyri, Þannig að ég hef allavega pínulitla innsýn þar, en það var nú seinna heldur en þetta alltaf mann er að gerast. Og svona bara eitthvað svona smábæjar, þekkir einhverja hitt fullt af fullum útgerðarmönnum. Já, þakka. En segja það? Já, ég hélt að þau komist í dagbækurnar mínar, ekki af því að ég hef verið að verbúð, það var engin verbúð í sjávarþorpinu sem ég ólst upp á Húsavík, en eins og þá vann ég í hraðinu eins og það var alltaf hraðfrystihúsinu og ég var unglingur og ég var vitni að svona flökunarslýsi bara nákvæmlega eins og var í þáttunum, þannig að manni brá bara, þau voru bara það tíð að það er ekkert spes að hafa verið vitni að því og ég man mjög vel, ég man rosalega vel þessa djamhefð sem var bara viðbjóðsleg og dýrið og já, þetta var bara svona hálfgerð stóddóm og það myndi ekki afskaplega væntum heimabæði minn, þá ætla ég ekkert að fegra það og þegar fólk er að tala hvað alltaf verið gott í gamla dag, þá er ég alltaf þið eru búin að minnið þetta er þið eru svo ungir en þættirnir gerast þetta er akkurat á þeim tíma sem að ég upplifi þetta, þannig að það er náttúrulega alveg ekstra gaman fyrir mína kynslóð að horfa á þessa þætti en sumi virðast einhvern veginn bara ekki trúa því að þetta hafi verið svona, en jú ég mörgu verra heldur því sem kemur fram í þáttunum. Ég hef náttúrulega komið nokkur sinnum til Suðureyrar af því að ég er ættið að pabbi frá Suðureyri og ég er mest af mínu frændfólki þar. Þannig að mér fannst líka spennandi að sjá það þess vegna. Það er svo margt. En svona sýnin á landsbyggðina, þetta er náttúrulega 4 reykvískir handritshöfundar, minnir mig, fannst þér hún samfærandi? Þetta spyrir mig eða Eirík? Já, bara hver sem við taka á það næst. Tökum kannski Eirík bara. Gíslaðurinn er náttúrulega, já, ok, byrjaði. Ég held að sýnin á landsbyggðinni, þetta er náttúrulega, það er náttúrulega tvennt held ég, sem er kannski ágætt að halda til haga. Það er annars vegar að landsbyggðin þjónar því hlutverki í íslenskri kvikmyndagerð að vera fortíðin. Og það er ekki, þessi þáttur myndi gerist í fortíðinni, þannig að það er náttúrulega ekki þetta, það er ekki að kvarta undan því þannig, en það er rosa, ef að landsbyggðin eða þegar hún birtist, þá er hún annarkvort í fortíðinni eða eins og var í Kötlu, eða jafnvel í Ófærð, á stöðum þar sem tíminn virðist hafa staðið kyrr. Það var svona, og ég er ekki viss að fólk, það er eitthvað svona, ég man alltaf eftir hvað ég tók svo eftir í fyrstu seríunum Ófærð, þegar það var svona, þetta átt að vera í nútímanum og það var svona hvað kallar komin af léttasta skeiði, var það ekki, sem gekk í eldhúsinu, gekk í stofunni með svona uppáhald kaffi og var að hella á svona uppáhald. Ég hugsaði bara, hvað djöfull er langt síðan ég sá svona kaffivél. Það er einhvern veginn, það verður svo, þetta er svo skrítið. Svo er það er sýnin á landsbyggðina svona úr íslenskri kvikmyndagerð. Svo er þetta að skoða sýnina á útgerðina eða innsýnina í það hvernig útgerðina eða smábæirnir virka.
mér finnst rosalega mikið, sko, þú veist, þessi karakterar vera rosalega mikil, þú veist, þetta aðal sögupersónur vera rosalega mikil blanda af fólki sem var annars vegar, sko, efsta lagið í þjóðfélaginu, og voru hálfgerðir lávarðar í raun og veru, fólk sem að, þú veist, var líkara Winston Churchill, en sko, einhverjum verbúðar rugludöllum, sko, og það er þá bara búið svona skeita saman í öllum í svona í eina persónu eða svona eitt svona persónumengi þar sem ég átta mikið á því, þú veist, aflahæsti skipstjóri landsins ekki maðurinn sem drekkur frostlög úr, þú veist, á miðju balli þegar allir í kringum hann að drekka, þú veist, hann á ekki neinum vandræðum með að finna sér neitt áfengi til að drekka. Svo bara, þú veist, rosa mikið einhverju svona, ég veit ekki hvort maður kalla það smáatriði, þú veist, þetta frystitogari, eða stundum virðist þetta vera frystitogari, hann samt að landa alltaf í frystihús, sem einhvern veginn rosa, maður skilur ekki alveg, og svo hann í siglingum til Hull, það eru svona hlutir sem ég engin sérfræðingur í útgerð, en ég held að ekkert að þessum meikinn eitt sérstaklega mikið sens. Þannig að það er rosa skrítið að bara, þú veist, hafi ekki unnið þá heimavinnu aðeins betur. Þannig finnst það vera svona, já, pínu lélegt, sko. En Sigga, hvernig finnst þér svona sín á landsbyggðina? Ég náttúrulega, sko, mín landsbyggð er fortíðar landsbyggð, af því að ég náttúrulega kemur alltaf hverju ári til Húsavíkur oft, en ég býð ekki, það er, þú veist, ekki alveg, en þú veist, sýnin á landsbyggðina frá þessum tíma tengdi ég alveg bara mjög vel, frá því að ég bjóð í svona sjávarplássi. En já, auðvitað taka þessi skáldaleyfi og maður veit það vel, ég þekki nú það vel til sjómennsku að þeir sem voru aflahæstir voru yfirleitt svona kallar sem voru mjög svona virðulegir og þeir voru kannski ekki endilega eins og þá vissi maður alveg af hvernig sem að, þú veist, það hafa verið gert dægurlög það og hvaðina, þú veist, undir sér ekki í landi og var frábæra sjó og allt þetta, þú veist, það voru alveg kallar sem voru, sko, ég man eftir, sko, nú fara allir að hamast í mér af því að ég má ekki segja neitt og allir að spyrja mig, hver var þetta? En ég man alveg eftir, sko, virðulegum skipstjórum dauðum undir borði til að segja þegar ég var, sko, undir aldri að afgreiða vín. Minn punktur bara að það þessi lög, sko. Þetta er skipstjóri, en þetta allt annað skipstjóri en, þú veist, Geiri á guggunni. Já, og svo auðvitað taka þessu líka skáldaleyfi með margt, sko. Ég hefði ekki gert að þessu með sko, fiskin og frystidæmi og það allt svona, en ég líka hugsa, og sko, sjónvarpsseríur eru svona, þegar við erum að horfa á Squid Game eða eitthvað, þá vitum við ekkert kóreíska menningu og vitum ekkert hvað er rétt og hvað er ekki rétt. Og það mér finnst alveg sko partur af því hvað mér finnst gaman að ég horfa á verbúðina, vera allar þessar pælingar á Facebook á eftir öll þessi smáatriði. Nei, þetta lag kom út árið áður. Og svona, mér finnst sko partur af því hvað verbúðin er skemmtileg, þetta skemmtigildi, þetta er náttúrulega, þetta er mjög hugrægt að blanda saman svona miklu skemmtigildi og nostalgíu og svona gróteskum atriðum sem að fá mann svona til að hlæja og vera skelfingu og lostin í einu, að blanda því saman við pólitík, þú veist, kannski sko erfiðustu pólitík Íslandssögunnar, kvótakerfið, sem allir hafa skoðun á en vita kannski minna en maður kannski getur skilið aðeins betur, þú veist, hef ég heyrt ungu kynslóðina segja, þú veist, í gegnum það. En það eru bara nokkri sem eiga núna heimildirnar á fiskin í sjónum og síðan er fólk fátækt en það er til nógu peningur, hann bara fer á fárra hendur. En þú veist... En hvernig fannst ykkur svona pólitíkin koma til skila? Hvernig svona að segja þessa stóru pólitísku sögu kvótakerfisins? Já, mér fannst að ég náttúrulega er ekkit sko, ég er ekkit sérstaklega, ég er ekki típan sem að getur tekið sko, nei þetta passa nú ekki við þessa ræðu og þetta var ekki alveg svona og eitthvað. En mér finnst það bara koma samt sko vel til skila að þú veist, þetta sem ég var að segja. Svona voru hverjuna erinn rosalega mikið og maður man það vel. Og svo fullt af svona litlum atriðum hana inn í þáttunum líka. Sem ég til dæmis þaut beita í Google eftir Steingrímsatriði þannig við sundlaugina. Því ég mundi þetta. Það var svona í bakhauðinu. Já,
það var viðtal við hann, ég man eftir þessu viðtal, ég verði að finna það og fann það á tímarit.is. Það er svona fullt af lúmskum litlum hlutum líka sem eru þarna inni sem er mjög gaman, þannig að ég hugsa að sko þegar maður verið búin að horfa núna á síðasta þáttinn sem er náttúrulega bara mjög erfitt að bíða eftir, að þá hugsa ég sem sagt að maður láti smá tíma líða og horfi svo alla seríuna í heild, svona til að fá aðeins meiri heildarmynd á þetta, því núna er maður sko, það er alltaf erfitt að tala hana þegar maður er akkurat mitt í storminum, þú veist, maður að skoða öll máatriðin og spá í þetta allt og í Facebook-færslunum og finna herðapúðafötin og bara, þú veist, hugsa tilbaka og hlæja að hlutunum og svona, en það er, þú veist, maður þarf að horfa aftur til að sjá svona heildina, sko. Ég held að þetta eigi eftir að fara víða. Og mér finnst bara út af fyrir sig alveg frábært að það sé verið loksins að gera sjónvarpsþáttar svona eitthvað svona úr okkar samtíma og þjóðfélagi. Þetta kannski þessar íslensku seríur eru kannski einu sjónvarpsseríun orðið sem maður horfir á með viku millibili, sko, nú orðið. Einmitt. En Eiríkur, ert þú búin að læra eitthvað nýtt kvótakerfið, eða? Nei, ég er náttúrulega alin upp, ég er 78 módel. Þannig að alla mína barnæsku, og ég tala um síðan unglings og fullorðins, þetta er árið sem verið að stofna frjálslyndaflokkinn og það var bara, þú veist, það var náttúrulega ekki talað annað en kvótakerfi og það var orðið pólitísku vandamáli á Vestfjörðum. Það var ekki hægt að tala neina aðra hluti heldur kvótakerfið og hvernig við myndum leysa, þú veist, það vandamál. Þú veist, það bara keyrði yfir allt og það hafi verið stærsta vandamálið og hafi síðan aldrei verið leyst, að þá var það einhvern veginn bara ár eftir ár, þá sátum við bara föst í því að það er ekki hægt að leysa þetta, þú veist, og svo verður holan líka alltaf sko dýpri, af því að nú þú veist, eins og í dag það þú veist náttúrulega bara, þú veist, fullt af sko fiskvinnslufyrirtæki sem eru búin að skuldsetja sig upp í rjáfur til þess að sko kaupa og leigja kvóta og og það allar að fara að leysa kerfið í sundur, að þá, þú veist, rífur það alla á hól sem að sko kolkrabbinn er búin að stinga öngunum í, sko. Þannig að það verður pínu svona skrítið og það sem að, sko, ef ég myndi segja, sko, ef ég ætti að finna að, sko, pólitíska skilningnum í verkinu, þá myndi ég segja að þetta, sko, hann eiginlega hangir svo skringilega saman við, sko, persónulegu söguna, við dramað. Þannig að það er nánast eins og, sko, maður færði á tilfinningun og kvótakerfið, þú veist, hafi orðið til af því að sjávarútvegsráðherra hafi verið með svo miklu vandræði með ástalífið sitt. Einhvern veginn, hann bara einhvern veginn kemur á kvótakerfinu fyrir, þú veist, einhverja konu sem hann er skotin í frá þau barnesku. Þú veist, sem er náttúrulega, þú veist, kannski ígjur á því hvernig það er sett fram, en það er nú samt svolítið svona hefur dramatísku upplegg í þáttunum. Og það er náttúrulega rosalega, það er fínt bíó, það er ríkalega léleg samfélags svona greining, sko. Þetta er skáldskapur, þannig að maður verður aðeins að líta það þannig, sko. Já. Og rammi utan það. En það verður, sko, það sem ég sakna þar kannski, er sko eitthvað eins og, sko, það sem mér finnst, þú veist, þetta, þú veist, persónulega drama mæta, sko, hinn í stóru pólitísku sögu mjög vel. Þú veist, en bara The Wire er bara, þú veist, besta mögulega dæmið sem mér dettur í hug þannig seríu. Og það sem að mér fannst þar var einhvern veginn að sko, dramað í lífum persónanna hékk saman við kerfið sem að þau voru föst í einhvern veginn. En í þessu tilviki þá finnst mér eins og sko, dramanu í lífið þeirra, því sem smurt ofan á. Það er bara það vill til að við erum með þennan bakgrunn sem er kvótakerfið og þú veist eitthvað smá valdatafli kringum þessa útgerð. En þessa sögu hefði allt eins verið að segja bara, þú veist, einhvern veitingastað í Grafarvogi, þú veist, eða ýmsa aðra hluti, bara nákvæmlega sömu sögu. Vegna þess að kerfið sem eru baki spilar ekki lykilrullu, það er bara svona einhver bakgrunnur. Og það kannski helst, sko, að persónulega sagan svona rímaði við kerfið var þessi skrýtna fjölskyldu sinna, þar sem bara framsóknar fjölskylduna voru komnar að taka hann á beinið, sko. Já, það ég myndi að segja það, það var hann svona, og mér finnst hún var dásamleg. Og svo er reyndar, sko, það sem er eitt, svo ég klári bara þennan punkt, þá er náttúrulega, sko, opið fyrir það, ég veit ekki hvort maður, ef að koma með spátum hvað sem er að fara að gerast.
það sem náttúrulega opið fyrir sem þú veist, þá góður og sterkur punktur, en þá, þú veist kannski eini í seríunni sem hangir, það sem ég persónulega hangir þá algjörlega á þessu, að nú hann Björn Hlynur farin í sjóinn, ef hann með undirritaða skilnaðarpappíra og á lausalegsbad, sem að fara að þá hugsanlega erfa hans hlut í fyrirtækinu, og þá allt í einu hún litla músin og skrifstofunni komin í þá aðstöðu að geta svikið bæjarfélagið. Og það alveg, þar erum við komið með, sko, þú veist, wire verðuga, þú veist, bendu í plottinu, sko. Það sem ég hugsaði svona líka þegar hann fór í sjóinn, sko, já, bæði það að skyndilega hún með Ansi Trump, en líka þá fór maður að hugsa sko, að Vestfjarðarnir sé orðin ekki þá fer maður alltaf bara að hugsa eiganda Morgunblaðsins og Já, þetta mörg lög, ég mitt að þetta í hug, sko, barnið líka búið að vera svolítið eins og svona myndhverfing í gegnum þetta, sko, þú veist, það að henda henni á milli og þú veist, það peningavöldin og svona, þannig að mér finnst það svolítið flokkan það gert, þannig að þú veist, það ekkert ólíklegt að það spili eitthvað þáttaröðin endar, sko. En það bara aldrei að vita hvað þetta í hug, sko. Það mörg atriði sem maður nú heldur betur ekki búist við. Mér finnst líka, sko, það sem er skemmtilegt hvað alltaf, sko, það sem tempoðu sem þáttum sem maður óvanur úr íslenskum sjónvarpsþáttaröðum, alltaf að gerast, mörg svona tvist og svona meira einhvern veginn frelsi í, þau ekkert að endilega hengja sig í mjög hefðbundna frásögn. Og þetta sé Við erum með jafnvel stundum og hraðir sem er kannski auðvitað við flesta sjónvarpsþætti Já þetta er akkurat, sko, hún er mjög mikið öðruvísi heldur en flestir íslenskir. En ef við talandi sko, já, en hraðatakt og það ekki allir þetta en svona oft bara hreinlega árstökk á milli og svona, sko, og þeir svona breytast aðeins, sko, eftir því sem að líður finnst mér meira að horfa á íslenska Stranger Things. Það er svo mikil nostalgía einhvern veginn og hreinlega verið að spila inn á það. Var eitthvað svona sérstakt sem að, hvað maður segja, þið fengur nostalgíu kast yfir? Vá, allt, sko. Já, kannski stærsta nostalgíu kasti mitt var þegar hann var að syngja Laga líf í bílnum og krakkarnir voru svo hvaðan þá voru krakkarnir að teika, sko. Ég bara, það er ekki til manneskja af minni kynslóð sem hefur ekki reynt að syngja þetta lag með þessum texta og svo þegar það kom allt í einu, þú veist, því það ekki, maður vissi hitt, sko, einhvern veginn, það við Hemmi Gunn og það náttúrulega fannst mér líka alveg rosalegt að því að ég var þula á þessum tíma, sko, og kynnti oft inn Hemma Gunn þætti og það gekk nú oft ýmislegt á þá, ég ætla ekki að fara það kann eina sögum það hér. Það er svo margt, sko, bara herðapúðatir eins og ég var nú segja áðan og fötin og maturinn og húsgögnin og hvernig fólk talaði og svo bara hvernig, mér finnst það eitt af því sem mér finnst best tekna við þessa þætti hvernig þeir tala niður til kvenna, þetta, sko, á þennan nákvæmlega þann hátt sem ég man svo vel eftir, sko. Og þessi sena einmitt það sem þið myndist á þar sem þau sátu 4 saman, nei, miklu fleiri, papparnir og mömmurnar og þú veist, aðalkallarnir og voru að segja honum að hann ætti ekki að vera í þessu og konuna þögðu allan tíman og svipurinn á þeim, sko, hann var stórkostlegt bara að fylgjast með svipnum og konan. Þetta var svo nákvæmt, maður man svo vel eftir þessu og kallarnir með kallagrópi, já, maður var myndalegur á þessum tíma eins og þú og svona. Skildi þetta vel, en maður bara passar upp á sína fjölskyldu og þetta var svo löng sena og svo óþægileg og svo ótrúlega vel gerð og kom, þú veist, þá var kirkjusennan rétt búin að vera áður sem líka fannst mér alveg rosalega góð þar sem við vorum að rífast og presturinn þaði bara og svo benti pabbi minn nú á það að Auður Eir hefði mitt verið, sko, fyrsti kvenpresturinn og sendt til Suðureyrar af því að það var líklegt að það væri þorp sem væri nógu svona frjálslynd til að taka vel á mótinni og hún hefði alltaf talað mjög vel um tímann sinn hana. Þannig að það að vera kvenprestur þarna líka á þessum tíma, það var bara sem að ég fattaði ekki fyrir að fatta þetta við mig. En það
Já. Þetta var ég var spáðið, mér fannst svo fín senan með Steinunni, en það var bara það sem sko, þetta var samt svolítið svona mikið skot á kirkjuna fannst mér, af því að hún var svo vanmáttug til þess að gera það sem hún átti að vera að gera, þessi hjónabandsráðgjöf, þessi málamiðlun, það sem hún bara einhvern veginn með þannig mann sem bara springur af þessum ofsa og og þau sjálfsög bæði í einhverju marki og hún bara svona einhvern veginn eins og hún sé að vera fyrir lest og situr maður að hugsa einmitt, já, þú veist, þetta það sem gerist kannski þegar þú setur fólk sem ekkert menntað í þessu og lætur það bara sjá nú bara bjargar þú hjónaböndum fólks. Það eitt mitt þess að þú lest úr biblíunni einhvern veginn. Ég á þessa reynslu sjálf sko, að fara í svona sáttafund með prestin. Það gekk mjög illa, þannig að það var ekki svona, en það var mjög sterkt. Það var mjög sko, þetta var mjög trúverðugt sko, þessi sena. Þá einhverju finnist hún kannski vera ýkt. Það ekkert grín sko, og ég skildi prestin mjög vel að þegja. Það var karlprestur sem var í þessu tilfelli, en hann fæði líka, það gat ekkert sagt sko. En talandi konunar, þá náttúrulega senan sem þú talar það sem að konar þögðu, það var náttúrulega kynslóð á undan, síðan er henni kynslóð þessara kvótaeigendarna, sko, þar henni konuna kannski jafnvel örlítið meira sko. Þannig að það er kannski svona pínu verið að segja þarna undirleikjandi að þetta sé svona fyrsta kynslóðin þar sem að konar byrja að taka völdin kannski. Sem það var líka, sko. Þú veist, það við erum náttúrulega konurnar sem að muna þegar Vigdís var kosin og maður var sko í lokapausu með bæklingana og allt, þú veist. Og hvenna frambóðið það eru konurnar sem við litum upp til, þú veist. Það í rauninni, þú veist, einu konurnar, ég man svo vel eftir 70 þú veist, þegar að kvennafrídagurinn var og svona, og mér langaði svo að vera í Reykjavík en ekki að Húsavík þá. Ég öfundaði stelpurnar sem voru með mæðrum sínum, þú veist, á þessari stóru stund, sko. Þetta voru merkilegi tíma, líka, þú veist, áður en að þessi saga byrjar, sko. En fyrir hlutin á konunum, sem veist, kynslóðina undan mér, voru akkurat svona eins og þessar konur sem þögðu þarna. Í svona aðstæðum. En svona, talandi það sem þegi eða hvað segir ekki mikið, einhver svona personur sko í persónugalveginu sem þið saknaði að hafa ekki séð meira? Sé ekki stærri hlutverkum? Ég var svolítið hissa að Sveppi skuli ekki vera meira notaður. Mér finnst bæði vegna sem mér finnst hann bara mjög góður. Mér finnst hann mjög svona sannfærandi verbúðar starfsmaður og gera þetta vel og það einhvern veginn, það vantar líka svolítið myndin heitir, eða þáttaröfin heitir Verbúðin, en hún fjallar ekkert verbúðina. Verbúðin algjörlega bara til að sýna okkur einhverjar senur, einhverju fyllir í og þú veist, Sveppi að fá straum úr sturtunni og en annars ekkert sem gerist inn á sjálfur Verbúðinni, þú veist, skiptir neinu máli fyrir framvindu sögunar. Það engar aðalsöguhetjur sem eiga heima þar, þú veist, þannig það hefði verið rosa gaman að fá, þú veist, meira þaðan. Fá meira bara, þú veist, hvaða fólk þetta. Já, það er alltaf flókið að velja og hafna þegar það er stórt persónugalleri og þættir og allt þetta. Ég féll rosalega fljótt fyrir Tinnu, sko. Mér fannst hún sterk persóna, mér langar alltaf að sjá meira af henni, sko. Frábær leikona, sem við erum öll. En svo fannst mér líka gaman að sko bankamönnunum að sunnan, en þeir komu bara þarna fyrst og svo hurfu þeir aftur. Já, annar alveg, hinn dúkkar nú upp við, þessi stóri, Já, ég verði hann eitthvað komið í síðustu þáttu, ég held ekki. Nei, sko, Ólafur hvarf til fyrsta þátt held ég alveg, en hinn svona dúkkar upp annað hvern þátt, finnst manni, kannski ekki síðustu tveimur. Það hafi bara verið, fyrstu. En einmitt, en mér fannst, þú veist, það ekkert grín að vera að skrifa svona handrit, sko. Og það þú veist, að vilja meira af einhverjum, það allt, ég held að ég fái alltaf þá tilfinningu þegar ég horfa á sjónvarpsþætti yfir höfuð. Þú veist, þá alltaf einhver einn og einn svona eins og bara því ég var að tala The Tourist sem Ólafur Darri leikur í. Það lögkona í þeim þáttum sem ein af þremur þessum aðal. Og hún langar svo bara í seríu hana núna, því hún svo frábær karakter. Og þú veist, ég eiginlega þegar ég horfi á seríu sem finnst skemmtilega, þá fer það alltaf þannig að það einhver svona persóna sem ekki aðal, sem langar í seríu.
Ég með sko, með ekki með að sveppa hérna, sérstaklega út af þessari lekva að lesa hálfgjörnslega, þá var ég alltaf að bíða eftir að hann yrði svona pólska verkefnishetjan, svona þróast í hérna. Það hefði verið mjög næs sko, að fá svolítið meira hérna, svona fútt í þetta fólk, en svo náttúrulega sko, þú veist, vandamál verbúðarinnar sem sögusvið, náttúrulega líka það var svo ótrúlega mikið rennir í að fólki, að þegar þú ætlar að vera með þannig þetta langa tímabil, í raun og veru ekkert sannfærandi að það sé sama fólki búandi á verbúðinni 1991 og var það 1984. Nei. Það bara hérna, þú veist, þá er búið að skipta út alveg, þú veist, 20 sinnum sko. Og svo náttúrulega verður það að koma fram líka að verbúðafólki var yfirleitt utanbæjarmenn, þannig að þegar verið að segja að þetta sé eitthvað lélegt lið sem er þarna, þá er það ekki landsbyggðarfordómar, þetta var oftast eitthvað utanbæjarmenn eins og var sagt í þorpinu mínu sko. Og náttúrulega bara útlendingar, allavega mjög mikið af útlendingum á þessum verbúð á þessum tíma, og sérstaklega allavega upp úr 1990, veit ég. En svo það náttúrulega þú veist, já. En svo fjallar þetta náttúrulega bara svo lítið fólkið á verbúðinni, einhvern veginn. Fjallar svo lítið Reykvíkingana. Það allt bæjarskrifstofan, þetta hefði kannski bara að heita bæjarskrifstofan, eða skrifstofa útgerðarinnar, eða hvað. Útgerðin? Nei, ég veit það ekki. En það er svona bara, þetta er einhver rammi, sko, sem að maður getur endalaust spáð í, sko. Við talandi kannski rennir í það, það kannski svona vissfyrirleiti líka bara, þegar við tala landsbyggðina kannski ákveðið vandamála það er svo stór hluti af þessum alveg landsbyggðinni kannski fluttir eitthvað annað tvítugt og hafa það kannski aldrei tækifæri til þess að móta þetta samfélag sem kannski einhvern veginn var bara ekki jafnvel hrættum á burtu og það var ekki svona tækifæri við hæfi sko, þau langa ekki til að vinna í verbúðinni sko. Að þannig það er kannski spurning sko ætti kannski rennir í jafnvel að vera hluta þess að það væri verbúð þar sem að væri síbreytileg, alltaf ný sería og alltaf nýtt fólk. Þannig eitt sem ég langaði að spyrja ykkur aðeins út í, nú aðeins verið umræða með blaðamennina, hvernig blaðamennskan birtist í þessum þáttum. Sigga, þú varst náttúrulega eitthvað orðin verið fjölmiðlun á þessum tíma, virkar þetta sannfærandi? Ég er náttúrulega skil alveg hvað þeir eru að gera, þeir eru bara að þjappa þessu niður í einn. Það var náttúrulega, blaðamennskan var kannski eins og Egill Helga var að tala hún var ábyggilega sko á einum besta stað þarna sem hún hefur verið, hún hefur smakkað frekar undanfæði sko. En ég man til dæmis, ég var að rúfa þessum tíma, ég byrjaði nú á svæðisútvarpinu 85, en svo var ég komin á Skúlagötuna 87 og náði að flytja með í nýja útvarpshúsið og allt það. En það var rosaleg gróska náttúrulega á þessum tíma. Það voru mörg blöð og mikil samkeppni og það voru samkeppni og svo er Rás 2 að koma þarna, það er samkeppni á milli Rásar 1 og Rásar 2, Stöð 2 er að mæta og Bylgjan og það er alveg svona, og það var rosalega metnaður líka, ég man að þegar ég er á Rás 2, það er nú á Rás 1 segi, þá það er nú svolítið seinna, svona í lok 1990, en það hefur sennilega verið eftir 2000, en þá er sem sagt Margrét Odds sem var yfir Rásinni að fá Piers Plowright frá BBC til að kenna okkur að gera fléttuþætti og svona, það var virkilegur metnaður í gangi og það var eins með blöðin og það voru svona, það var rosa barátta á milli þegar maður fann það alveg þó maður væri sem sagt á útvarpi en ekki blaði, þá kynntist maður náttúrulega þessu lífi að það var heilmikið, það voru mjög margir blaðamenn og mörg blöð og áskriftir, það var ekkert annað sem að var að lepja, ekki samfélagsmiðlar eða netið eða neitt sko. En upplifirðu fréttastofu RÚV, ónýta hún virðist sýnd í þáttunum? Þetta var svona feitt skot á hana sko. Ég náttúrulega man eftir því þegar að, þú veist, það var bara hætta fjeringa sko og að pólitíkusar sendu sko spurningarna fyrirfram og það mátti ekki spurja þá sko að einhverju sem ekki verið látni vita. Ég man það langt aftur og ég var einu svona í samfélaginu í nærmynd, það var í 90-sinu og
þá reiddist stjórnmálamaður við mig og skellti hurðinni og sagðist aldrei koma aftur í viðtal við mig af því ég spurði að einhverju sem ég hafði ekki verið búin að láta hann vitum fyrirfram sko. Þannig að ég held að þú veist, þetta var náttúrulega kannski akkúrat á þessum tíma sem að blaðamenn og útvarpsmenn og allt að einmitt að brjótast út úr þessari hefð og vera miklu aggressífari og svona heldur en að hafi verið áður sko. En ég man eftir þess að það var oft talað þetta að þeir væru meinlausir miðað við sko eins og þá sem voru á svona sömu millónum sem voru aðeins svona meiri töffara sko. Það, þú veist, það var alveg umræða það en ég veit það ekki, ég get ekki alveg dæmt það sko, ég var sko aldrei ekki að gera þætti pólitíka þessu tíma meira svona ég var að taka viðtöl við fólk mat og mögulegt svoleiðis og húsráð og svo bókmyndaþætti ég var svona, ég fylgdist eiginlega mun minna með pólitík á þessum tíma, reynda var sko föðurbróðir minn Kjartan Ólafsson sem nú á vestan, hann var ritstjóri Þjóðviljans, þannig að maður svona fékk stundum umræðina í gegnum pappa og fjölskylduna og svoleiðis, en ég var svona, ég var kannski skammarlega lítið pólitísk á þessum tíma, nei, ég er ekki dómbær. En Eiríkur, hvernig svona rýmar þessi útgáfa blaðamennsku með bara það sem þú séð á blaðamennsku síðustu áratugina? Ég hef náttúrulega ekkert vita á blaðamennsku á þessum tíma. Ég bar út DVF, ég las það nú ekki oft, sko. En það er það sem kannski manni finnst sko áhugavert sko ef við gefum okkur bara þessi mynd sé sönn, sem ég veist ekki ástæðu til þess að efast í sjálfum sér, að þá má velta því fyrir sér sko hvernig og hvort þetta hafi þá sko bara umpólast einhvers staðar. Vegna þess að þú veist, maður hugsar það í dag, hver er það sem ég myndi treysta til þess að fjalla kvótakerfið. Það væri þá alltaf ekki DVF og ekki Morgunblaðið. Það væri þá miklu frekar, þú veist, Ríkisútvarpið sem ég myndi treysta til þess að vera með skoða þessu hluti í kjölinn. Og ég veit ekki betur en á þessum tíma þá svo sem líka sko þó sjónvarpið hafi verið eins og það var, að þá held ég að útvarpið hafi nú alltaf haft svolítið þann stimpil á sér að það innu ekkert nema bölvaðir kommunistar. Hvort sem það var satt eða ekki sko. Og ég reikna nú ekki með því að þeir hafa endilega verið á vegum ráðherra Framsóknarflokksins. En það er áhugavert að, þú veist, að spegla það þá í því sko, hvort það hafi umpólast og hvað það, þú veist, og hvernig. Og svo líka hitt sem maður kannski spáir í, þú veist, hvað getur maður að kalla þetta? Þú veist, við erum einhvern veginn á Íslandi, það hangir svolítið saman, sko, gagnrýnin fjölmiðlun og bara svona ákveðið sorp. Það verður til dæmis, sko, með að skoðar, sko, sem ég man miklu betur eftir og var spá í bara einhvern tímann í fyrra, þetta tímabil í fjölmiðlun, sko, DVF, þegar allt var, þú veist, þeir voru svona, þú veist, táfara fjölmiðlun, en þú veist, að þú sér, ritstjórnum meðal annars, ef og einn er náttúrulega með höfundur að verbúðinni, ef þú séð þú tala þetta í dag, að þá, sko, eru þeir eins og þeir hafa verið krossfarar fyrir, sko, MeToo-hreyfinguna og þú veist, opna fyrir kynferðisofbeldi og það allt saman, sem sennilega, umræðum kynferðisofbeldi réttar sagt, sem sennilega alveg satt, en það má ekki gleymast að þeir gerðu það líka með alveg ofsalega miklum hrottaskap. Það var til dæmis, sko, þú veist, bara viku eftir viku var frétt einhvern, sko, veselling á Austfjörðum sem var aldrei kallaður annað en hestariðillinn, af því hann hafði verið tekinn sem sagt við það að stinga getnaðalum á sér inn í hross. Og það var bara einhvern veginn allt sem þessi maður gerði var orðið að frétt í margar vikur svo það væri hægt að koma orðinu hestariðill fyrir í fyrirsögn einhvers staðar. Og svona, þú veist, svona fjölluðu þeir líka kynferðisbrotamálin, sko. Og þú veist, þannig að það var ekki, þú veist, það hékk ekki alveg, þú veist, það var ekki, nú getum við sagt, við tökum stundina inn í það, þá var þau nú ívið svona, hvað segir maður, hástemdar við alvarlegri þegar þau fjalla þessa hluti, þannig að það hefur líka breyst. En svo aftur móti má líka alveg, stundin rillilega húmorslaus, einhvern veginn og leiðinlegt blað.
kannski eitt sem að ég hef svona, ég ætla að lesa blaðamennskuna í verbúðinni, eitt sem einhvern veginn hefur ekki verið minnst á, svo ég séð, að ég held að bara mjög snemma að tala Smári að hann ætti nú að þurfa bara að fara vestur og eitt gott fyllirí til þess að upplýsa málið. Hann ekki ennþá búinn að fara vestur og það engin blaðamaður búinn að fara vestur af því ég virðist. Og maður bara svona, þú veist, Jón Hjaltalín í rauninni getur sko sett upp sparisveipinn í Reykjavík og farið svo bara vestur og haldið fram hjá stóli messuvíni og skandalisera og flotta eins og hún sýnir sko. Ja, það segir aldrei neitt neitt. En það náttúrulega má ekki gleyma því sko heldur að á þessum tíma þá var náttúrulega sko það voru náttúrulega 2 héraðsfréttablöð sem að þú veist voru sannarlega ekkert brjálæðislega gagnrýnir fjölmiðlar þannig en voru samt á svæðinu og það var svæðisútvarp þannig og starfandi blaðamaður alltaf. Allt þetta núna horfið sko. Það eina sem að eftir stendur því vefsíðan bb.is sem bara þú veist sem bara Kristinn H. Gunnarsson eiginlega að skrifa sín hugðarefni þegar hann nennir því sko í staðinn fyrir þú veist margra manna þú veist 3 manna ritstjórn á hvoru blaði og þú veist blaðamaður og fleiri starfsmenn 3 starfsmenn held ég á RÚV alltaf sko. Að það svolítið mikil breyting þetta er þú veist að þvílitin til líklegra scenario 2022 að það sé engin blaðamaður á Suðureyri og sem ætla að grafast fyrir nokkuð skapaðan hlut heldur sitja bara rassinn með Reykjavík og hafa rosalega miklar áhyggjur á öllu heldur en það var 1985. Hefði einhver verið komin bara með mikrofónin að í fylliríinu, heldur þú? Sko, mér finnst það nú ósennilegt, en mér finnst líka mjög ósennilegt að eitthvað svona, þú veist, svona típur hefði verið á svona miklu fylliríu, sko. Það yfirleitt þetta náttúrulega svona einhver svona mektar menn í bæjarfélaginu þar sem hún talar sko, sem var held ég alveg rétt, hún Unnur Ösp, man aldrei hvað persónundar heita, þegar hún að tala sko hvernig hún sé búin að venjast þessu, það sé öðruvísi gangin í herbergi, þú veist, hún komið með valdi í hendurnar og það allt saman. Þetta held ég að sé alveg satt, en þessu fylgir líka önnur hegðun. Þessi fylgir líka það að þú veist að þú færð þessa virðingu vegna þess að þú hagar þér eins og kóngur, þú hagar þér eins og drott. Svo getur þú verið einhverju bakherbergi þegar enginn sér til, þú veist, að bara, þú veist, bara allt sem þetta fólk, þú veist, misnóta börn og haga þér bara, þú veist, alger, þjóðnýðingur. En það verður að gerast í bakherbergi og þú verður að geta sagt þetta er helvítis kjaftaði, hún er mella. Skilur, þú veist, það er bara, þú veist, en þú gerir það á bæjartorginu, þá náttúrulega trúir þeir enginn, sko. Það er svolítið, sem er svolítið líka miss þarna, sko. Eitt sem að ég færi með hegðun þeirra, sko, og líka svona kapitalistana, að, sko, þegar við erum kannski fyrst að virkilega fylgjast með fjölmiðlum, svona að viti, þá er þetta pínu Jón Ásgeir versus Davíð Oddsson, sko. Nýji peningurinn versus gamli peningurinn. Það er pínu kannski að spyrja Siggu þetta að þarna sér maður eldri útgáfa af nýjir peningar versus gamli peningar. Er það eitthvað sem að þú svona kannast við frá þessum tíma? Já, þú veist, maður vissi alveg þegar maður var alast upp, þú veist, það var einhvern veginn, sko, stéttaskiptingin var ekki nærri eins sýnileg eins og núna, þú veist, í bekknum mínum voru krakkar sem voru að fátæku fólki og svo var stelpa sem átti pappa sem var í siglingum og sem sagt var svona, já, aflahæsti líka skipstjóri inn í bænum og munurinn var að hún fekk sem sagt Macintosh-bauk að utan yndislega hún kom með hann sko sem sagt fyrir jólin og allur bekkurinn fekk að borða hann. Það er eina stéttaskiptingin sem maður upplifði þannig og ég veit að það auðvitað var svona fólk sem átti ekki vansitt vita og allt það en á þessum böllum sko þó að það veri sko ríka og fína fólkið og allt það að þegar að það var samt alveg komið með sko landaflöskurnar inn á sér og eftir og setti út í kókið og svona og þú veist þegar það var langt liðið á ballið þá var þetta fólk líka farið að sko láta alla vega, þú veist, ég kannski ekki alveg farið að hoppa svona torkin, sko, en það var ekkit sérstaklega, bannað, þó það væri svona útgerða kongar og drottningar og svona fólk sem var svona, já, bæjarstjórar og allt mögulegt svoleiðis. Það var, ég held að það sé aðeins svona seinna tíma, sko.
Það vissi vissulega að það hafði jafnvel kannski ennþá meira vald yfir þeim sem voru, af því það voru engir þeir sem voru undirskipaðir, þeir höfðu en séns á að tjá sig eitthvað, þú veist, á opinberum miðlum eða eitthvað. Núna verður fólk að passa sig svo rosalega, því það strax komið út allt. En á þessum tíma, þegar ég var alveg upp og ung kona, þú veist, þá var enginn sem var að vinna í hraðinu eitthvað að fara að hringja í DVF og segja frá hvernig einhver hagaði sér. Það var einhvern veginn, fólki hefði bara ekki einu sinni dottið í hug. Ég held ekki heldur, sko, það sem ég var að hugsa var ekki endilega að einhver myndir hringja í DVF. Það var ekki það sem hún sagnaði, heldur það að fólkið hættir að horfa svona á þig. Já. Þegar þú kemur á kaffistofuna næst, þá það hérna, veistu hvað Sigga var að gera á ballinu? Þú veist, og hún finnur fyrir því, sko. Hann horfði samt svona, af því að það gerði það allir, skilurðu. Þú hafðir ennþá þennan háa sess. Það náttúrulega samt, ég man eftir fólki, sko, ég man eftir dænum bara þessar 2 tegundir af fólki, sko, sem ég man eftir. Ég man alveg eftir, þú veist, það var alveg, þú var í blaðinu hérna bæjarstjóra slagsmál og dót. En það fólk, þú veist, það sökk niður sess, sko. Þú varst ekki alveg, þú gekkst ekki lengur inn í herbergið, þú varst hérna, þú veist, nú hlusta allir á mig vegna þess að ég rödd skynseminnar og ég, þú veist, veit hvað ég að tala það fjaraði út, sko. Já, það gerði það stundum en alls ekki alltaf. Ég man mörg svona tilfelli, sko, þar sem að fólk var eitthvað aðeins að mistiga sig. Og stundum gerðist þetta, það bara fjaraði allt út. En í önnur skipti þá glemdist það, þú veist, eins og Íslendingar eru, það bara, þú veist, uppfiskurinn. Það var bara glemdist. Það sem ég var að hugsa var kannski heldur, ég spáði þessu, sko, þetta fyllir í hérna, að það var í raun og veru ekki það að þau skildu hoppa allsbyr í sjóin eða einu sinni, þú veist, stela liftaranum var kannski soldið, þú veist, eitthvað rugl. En þegar þau koma inn í versmiðina og eru að haga sér svo asnar við starfsfólki og kasta fisk í þau og eru greinilega ekki vinsæl. Ég sé það bara, þú veist, eins og margt annað getur alveg gerst, en það sló mig bara sem, nei, ok, þetta var rosa feilnota, þetta kaupi ég ekki, sko. Já. Þau vita betur og þetta bara svona skrítin stemning, sko. Það að pínu kannski líka sló mig, það var annað atriði sem var eiginlega lágstendur en betur heppnað tölvöld fyrir seríunni, þegar að þær kaupa bjór handa stafinu og fara með á verbúðina. Já. Og þá var það skemmtileg kontrast hvað, sko, Unnurlöfs pennarkarakter var hún kunni þetta, hún gat bara verið svona slætað einhvern veginn inn í hópinn, sko, á meðan að Vestfjarða Norðin einhvern veginn var bara svona pínu einhvern veginn óþægilega og vissi ekkert hvernig átt að vera og var með strax komið með bara, þú veist, hún og þau dálítið, sko. En það líka, sko, þau hefa nú sjálf sér nefnt það sjálf í viðtölum að þú veist, að þau létu, þú veist, vaða þó þau væru of gömul til að leika þessi hlutverk, að þetta, þú veist, það hefði verið miklu eðlilegra ef það hefði bara verið öll svona 33, sko. Þú veist, fólki sem var, sérstaklega fólki sem var í þessu ofsalega mikla, sko, þessu mikla braski á þessum tíma og þessu ofsalega tempói, og ég tala nú ekki sko, sem var að taka síðan að sér, sko, einhver svona framhjáhaldsbörn og það fólk, þú veist, bara svona rétt 30, sko, sem var náttúrulega, þú veist, einhvern veginn eldra og meira inn í þjóðfélaginu enn í dag, en leit líka svona út, það, þú veist, fólk svo miklu unglegra núna, heldur, þú veist, þeir sem eru 30 eru svo miklu unglegri núna heldur en þeir sem voru 30 á þessu tíma, bæði út af hvernig fötin voru og hvernig hárgreiðslan var og allt það. Við erum ofta að skoða svona, þú veist, myndir bekkjarsysturnar og alveg bara, við erum bara, þú veist, við lítum út fyrir að vera gamlar konur í einhverjum skrýtnum pilsum og eitthvað svona á þessum tíma. Þannig að, þú veist, ég fyrirgefi þeim alveg þó að þau séu lítið út fyrir að vera eldri heldur en karakterarnir eiga kannski að vera, sko. En já, þetta með, þú veist, þegar voru að kasta fiskinum og það allt svona, ég tók því bara eins og búið að gerast reglulega í gegnum alla seríuna að þau leyfa sér að fara út í eitthvað svona næstum því súrrealísk atriði. Bara eins og þegar, bara fyrir skemmtigildið, eins og með Hemma-Gunn-þáttinn og bara fleiri svona atriði, að þá verður þetta bara svona grótest og maður sér að þetta bara einhvern veginn viljandi gert, sko, eitthvað sem myndi aldrei gerast. En ég finnst að stundum virka, sko, stundum ekki. Mér finnst til dæmis, sko, þannig sena sem var alveg, sko, og sennilega bara uppáhald senan mín í allri seríunni hingað til og svo sem af mörg að taka, að það senan á ráðherranum með samúræðisverðið. Þegar hann að segja söguna
hann var í japanska sendiráðinu og lemur niður hérna krónun og það sem stendur þarna og vegur samúræjans. Það hérna, það var eitthvað svo dásamlega einlægt og það var svo vel leikið og sagan var svo frábær einhvern veginn og það var hérna, og hún sagði líka einmitt svo margt það hvað vald er. Vald er nákvæmlega þetta, að það alveg sama hvað á bjótar, þú gefur þig aldrei, þú ert alltaf, þú ert kóngurinn, sko. Og það þar sem að þau líka klikka, finnst mér, kannski þess vegna sem að mér finnst það skín í helvítis brestin á þeim, þegar þau eru full inn á gólfi morguninn og allir eru edrú að horfa á þau og hata þau. Þá eru þau ekki lengur hérna með, þú veist, þau eru búin að gleyma hérna veg samúræjans. Annað sem sýndi vald leysi var hérna kennarinn, hann upphafinn þáttarins þar sem að hann lendir í að börnin að teika og einhvern veginn finnur að þú veist, nú kannski verið kennari með völd í Reykjavík en þarna bara ræður hann engu. Og lendir í því sama þegar hann að tala um fólkina, þarna bara hann bara utanbæjarmaður og haldið á móttunni. Já. Ég veit ekki, ég var náttúrulega að vera í skóla á þessum tíma, ég man svo sem ekki eftir svona dæmi, það var rosa mikið af utanbæjarmönnum sem voru kennarar og ekki rennir í á kennurum, sko. Og ég man nú ekki eftir því að þeim hafi verið sýndur sérstök svona meiri vanvirðing en öðrum kennurum, sko. Þetta var náttúrulega ekki góður tími til að vera kennari, held ég yfir höfuð, sko. Það var það kveiki í ruslafötunum og voru sprengjuleit í skólatöskunum okkar þegar vorum að fara heim eftir fyrstu 3 vikurnar eftir áramót og svo framvegis. En þið voru ekki voru þið nokkuð tekin í frystihúsi í miðjum tíma eins og virðist það að gera þannig? Nei, það var ekki gert, sko. Það voru mjög margir sem unnu einhvers staðar, sko. Það var mjög auðvelt að fá alls konar svona vinnu sem alveg gjörsamlega búið. Það er ekki það er bara nánast ekki til sumarvinna, sko, fyrir, þú veist, það er ekki bara þess ekki frystihúsin, heldur bara, ungt fólk bara hangsar öll sumur, sko, framöndið tvítut bara. Og það miklu fyrr, sko, heldur en þetta en þegar að það var í 70 og eitthvað þegar ég var í skóla, þá fórum við alveg ofboðslega illa með utanbæjarkennara sem kom. Og þegar okkur fannst við alveg fá veiðileyfi á hann, við þorðum ekki að hafa okkur svona við þá sem voru pappar og mömmur, sko, þeirra sem við þekktum, voru kennararnir sem byggu á Húsavík, en aumingja þessi, hann var líka frekar ungur, sko, og kom svona skömmu eftir stúdentspróf og það var ekki til að sem við gerðum, sko. Við vorum bara, þú veist, það voru stanslaust teknibólur í stólunum hans, við skrifuðum allt að ljótasta sem við vissum, þú veist, á töfluna, tókum svo svampinn og leittum á þannig að þegar hann ætlaði að þurrka því ljótvarðin á töflunni þá var hann allir í bleitu og töflugrít og svo reyndi hann að setja það frá og settist í stólinn og þá var tekniból í stólnum og við vorum öll grenjandi úr hlátri. Það voru svona, þú veist, hann fór á endan, en þú veist, þetta er töluvert fyrr. Sem að þetta Við erum komin í opinberlega afsökunum, Benni. Já. Þessir húsvíkingar og ekki bakvíkunum við. Bekkurinn og margt annað sem við getum, við höfum alltaf skammast okkar fyrir þetta, sko. En svona, ok, þetta ef þetta gengur vel út í líka, þá getum við kannski séð fleiri seríur og þá getum við líklega verið komin í nútíman í kannski svona 4. seríu. Hvernig myndi hún svona líti út miðað við þessa? Það er mjög erfitt. Var þetta ekki bara að reka Morgunblaðið? Já, það ekki. Þá væri þetta bara eins og væri, það væri, þú veist, bara mismunandi stéttir fyrir hverja seríu. Það er bara mismunandi stéttir fyrir hverja seríu, þú veist, fókus á blaðamennina á einni stétt og lögguna á annarri og eitthvað, þú veist, svona. Það er ómögulegt að segja, en allavega, þú veist, þau eru búin að fá þessi handritsverðlaun og ábyggilega ekki. Þetta eftir að fá fleiri, það er ég alveg vissum, sko. Ég held að fólk komi til með að hafa mjög gaman af þetta. Það er ekki tilviljun, held ég, hvað Íslendingar hafa tekið þessu vel. Ég hef grunum að það er margir eftir að hafa gaman af þessu. Þetta er líka, það er svo margt í þessu sem er bara svona, þetta hefur svo mikið skemmtanagildi, þó að sjálfsögðu þetta sé kvotakerfi, að þá
já, þetta entertainment sem að vanta nú alveg sorglega Næst verðin kannski hvort þetta sé, nú veist mér sjálf sér alveg sennilegt líka að þetta munu ganga vel, en maður veltir í fyrir sér sko hvort að þú veist, að það svo mikið lokal, þú veist, það ykkur oft best, það svo skrítið sko, þess að við höldum að gangi illa, það sé svo rosalega íslenskt. Það finnst sko þeim sem eru erlendir svo ógeðslega spennandi og þú veist, þetta eins og bara hvernig Það almenna reglun, þetta svona í bókmenntunum líka sko, vinsælustu höfundarnir eru sko, þú veist, eitthvað svona Arto Passilina sem að, þú veist, gerir ekkert annað en að skrifa finna sig fyllibittur þunglindir, þú veist, vegna þess að það uppfyllir allar okkar hugmyndir það hvað finnar eru, sko. Það er smakið, Þannig að, þú veist, en það verður þá að passa líka inn í þann ramma, en svo ég að hugsa kannski meira svona spesifíska hluti á allir þessi nostalgía til dæmis, þú veist, það er ekkit, þú veist, ég horfði á þetta með konunum minni sem er sænsk, þú veist, henni finnst ekki rosalega gaman að sjá allt í henni Hemma Gunn. Það er ekkert að gera neitt fyrir hana sko. Og svo sko, eru aðrir hlutir það sem að mér fannst til dæmis eins og Reynir Pétur sem mér fannst sko, þú veist, gaman að sjá en raun og veru það hefði ég bara helst viljað að hann hefði birst bara útskýringalaust þannig miðri seríunni og gengið þá hefði ég bara svo fattað þeir þetta sem fattað þetta þá, þú veist, en þá hefði sko Nadia kona mín ekki bara haft neina hugmynd hvað var að gera, það var algjörlega lost sko. Þannig að það eru líka staðir þar sem er greinilega verið kannski að útskýra hlutina til þess að það sé að þetta flytja á einhvert sko. Það er oft þannig sko, en mér fannst alltaf rosalega gaman að tala íslenskt efni við Breta þessi 7 ár síðan bjóði í London sko, og líka og ekki bara Breta heldur þá sem ég hitti á London Film Festival, þú er nú örugglega reynsla þessu Ásgeir, að þú hoppar á milli kvikmyndahöfða að það er svo gaman að tala við útlendinga hvað upplifa sko allt íslenskt efni svo allt öðru sem við sjá einhvern veginn hluti alveg bara allt öðru og síðan það sem að við kannski kvartum oftast yfir eins og svona stirður díalógur eða eitthvað sem gengur ekki upp og eitthvað svona, þú veist, þeir heyra það ekki neitt. Það er bara, við vitum ekkert hvort það er stirður díalógur í Squid Game eða eitthvað, það er einhvern veginn það er útlendingar upplifa þetta alltaf þessi. Ég man vel eftir fyrsta svona sem ég upplifði sem að maður átti kannski ekki endilega að vona að verði svona rosalega vinsælt í London voru hrútar, rosalega sminn. En það voru allir, hún fór bara í almenna sýninga og það voru allir að tala hana. Fyrstu seríuna ófærð, þá gæti henni farið í leikvi með að vera að spurja mig Óla Darra sko. Og það var alltaf þetta, virkilega svona vont viður. Er þetta svona? Ég er alveg vann, það er verra. Það tók Íslendingin á þetta. Var ekki alltaf frán eftir úlpunni ófært? Veitir hvað helvits veður það er þegar maður gengur með frán eftir úlpu? Það var af því að, þú veist, teffararnir gerði þetta, sko. Við dættum þetta í hug hérna þegar Eiríkur fór að tala um mokkana, það er kannski spátuminn fyrir lokaþáttinn, ætli Davíð stígi svona fram sem mögulegur aðalpersóna næstu seríu. Það verði Davíð og Jón Ásgeir, er það ekki sem að verði þetta kjarnist Jón Ásgeir tekur að sér ekkjuna og svo verður svona ástarþríhyrningur sem enda með Davíð enda náttúrulega með ekkjuna upp á arminn allavega, ef ekki Enda með svona bónusgrís. Nei, það er mjög varna. Það er allavega, það er mjög spennandi að vita. Ég hjó eftir líka, það var svolítið gaman þegar þú voru að tala um fréttastofu RÚV, þegar þú voru að tala um ómerkilegu fréttirnar, þessi fréttirnar sem að þú veist áttu að vera alvöru fréttir, þegar hinn vildi fjalla alvöru fréttir, og þá var það einmitt meðal annars opnun fyrstu bónusbúðarinnar. Já, einmitt. Það er náttúrulega alls ekki í Íslands sögulegu samhengi og þú veist, út af hruninu, út af öllu öðru, þá er þetta náttúrulega brjálaðislega stórfrétt eftir á sko. Skemmtilegt, af því á þessum tíma, þá var þetta náttúrulega engin stórfrétt. Ekki þannig, náttúrulega bara einhver búð að opna, en maður veit kannski ekki alltaf í augnablikinu heldur, sko, hvað það er sem maður á að vera að skoða, sko. Það sem verður merkilegt miklu seinna, sko. Ég bara með bónusum þetta, þegar það var skipt bónusgrís, að það endaði með því að þegar RÚV gróf upp hönnuðin upprunalega merkinu og tók henni vita. Sem það aldrei gest, sko, þegar að bónus opnaði. Nei. Bara eitthvað skrítið logo með grís, sko, þú veist. En þetta er bara líka, það er svo erfitt alltaf að vita, sko, hvernig sagan fer með alla hluti, þú veist. Það sem að mér
það sem þetta hefur komið mest persónulega við mig var að ég var í 8 ár með barnaefni á Rás 1 og á þeim tíma náttúrulega alltaf böndum og ég þurfti að því að svo lítið pláss í safninu þannig að ég varð, þetta voru þættir sem voru 5 sinnum í viku og ég þurfti að velja 6 þætti til að geyma í safninu á ári og ég var alveg bara hvaða börn verða frægi stjórnmálamenn eða listamenn eitthvað, þú veist, hvaða börn á ég að geyma þetta var svo vonlaust sko sannlega þannig að það eru rusli sko sem hefur alltaf til núna það að stytta tími þannig að það kannski rétt bregða okkur af landi og ekki til Afríku, ekki til Namibíu, heldur aðeins meira inn í land. Eiríkur langaði að segja okkur aðeins frá kongóskum höfundi, er það ekki rétt? Já, hann heitir Alan Mabankou og er fæddur í Kongó, en býr í Kongó og í París og í Los Angeles. Hann er bókmenntaprofessor við UCLA. Heitir Alan Mabankou. Ég var að lesa bók eftir hann sem heitir á ensku Tomorrow I'll Be 20 og eru eins konar hvað segir maður, svona skáldaðar æviminningar. Hann heitir, strákurinn í bókinni heitir Michel, hann heitir ekki Alan en hann á foreldra sem heita sömu nöfnum og Alan Mabankou og þeir virðast nú deila ansi mörgum og þetta er svona svolítið bara þú veist, minn eina af þessum bókum sem veitir manni innsýn í eitthvað þjóðfélag sem að maður þekkir ekki neitt og einhver tíma sem að maður þekkir ekki neitt. Hann er fæddur 66 og bókin gerist 79. Ég held að hann sé tæplega 13 þegar hún er að gerast og hann er í þessar undarlegu aðstöðu sem virðist ekkert vera óvenjuleg þarna og ekki einu sinni vandamál eiginlega fyrir neinum að pappans á 2 fjölskyldur og með annarri fjölskyldunni þá á hann alveg 7 börn og með hinni að þá á hann bara Alan og þeim er ekki annara barna auðið og það er svolítið svona þeirra harmur og þá er mammans Alans eða mammans Michelle réttari sagt er veik og hún þarf stundum að fara í höfuðstaðinn á spítala og oft þá með föðurnum og þá fer Michelle litli og gistir með stjúpusinni og hinum og hálfsystkinum þessum stóra, hann flakkar á milli þess að vera alveg engabarn með móður sinni og hins vegar tilheyra mjög stórri fjölskyldu sem að þykir líka mjög vænt um það er engir konfliktar nema bara það að konurnar 2 hittast aldrei og svo er hann svo er þetta bara í sjálfu sér frekar klassísk þroskasaga drengs sem er að uppgötva heiminn, hann er að hlusta rosa mikið á fréttir var alltaf að fá fréttir af byltingunni í Íran og hefur rosalega miklar áhyggjur af Írans keisara að það sé eitthvað að fara illa fyrir honum og það enda náttúrulega með því að hann deyr og það var alltaf voða leiðir út af Írans keisari sem dauður og svo er Idi Amin á flótta og hann hatar Idi Amin, hann alltaf hlusta eftir fréttum af Idi Amin og vonar hann sé dauður bara sem allra fyrst og en Idi Amin deyr ekki, nei, Írans keisari deyr bara og hann var einhvern veginn hann er að fylgjast með heimsfréttunum eins og ég á 12 ára strák hann er að fylgjast með heimsfréttunum alveg nákvæmlega eins og strákurinn minn er að gera það hann er bara einhvern veginn snýr sér stundum til mér og segir, pabbi, eru þeir góðir eða eru þeir vondir og ég er eitthvað að vera að útskýra hlutirnir sig þegar flóknir, hann vill ekki heyra það eru bara, annarkost er Írans keisari góður og eða Khomeini er góður þeir get ekki, það er ekkert flóknar þarna og það er það er bara, alveg ofsalega fín saga, hann er enda hann á minnst 2 skáldsögur sem eru svona stóru bækurnar hans að það er annars verið African Psycho sem er svona endurgerð eiginlega, eða hún er inspireruð allavega af American Psycho og fjallar kongóskan fjöldamorðingja svona af svipuðum meiði og í American Psycho nema hvað, hann er ekki einhver upper class verðbréfasali heldur hann bara, hann er bara svona hálfgerður fátæklingur eða þannig, hann er allavega bara svona í þessu klassíska kongóska braski og baxi en er einmitt að stækka sig með því að fremja þessi fjöldamorð og vera haldin einhverjum svona órum og þar og svo er einn sem heitir Broken Glass sem ég ekki lesi sem er gerist á Krá, ég veit nú ekki hann annað en það. Já, það er eitt bara þessi hjóðáttur að tala mínaskettur að
lýsingin á bókinni myndi pína á Persepolis. Já, það er alveg eitthvað, ekki, hún er ekki jafn, sko, hún er hversdagslegri eiginlega heldur en Persepolis, hún flakkar meira, hún nefnilega situr rosa fast við bara oft, og lengur heldur en Persepolis, bara við rosalega hversdagslega hluti í lífi þessar stráks, sem einhvern veginn ástfanginn og eitthvað þú veist, átta sig á, þú veist, hvernig fjölskyldumunnstur eigi að vera og hvort hann eigi að gifta sig, hann einhvern veginn alltaf að giftast og skilja við vinkonu sína, hún verður reið á hann og segir, nú skiljum við, Michelle, nú skiljum við, ég get þetta ekki meira, og þau skilja, og svo og svo fara þau alveg nokkra hringi og hún verður skotin að einhverjum öðrum, það er svona íþróttaleikur en það er ekki samskonar, sko, þetta stóra drama eins og í Persepolis til dæmis, þú veist, nefnir í kringum hann, það er engar svona byltingar eða flótti eða neitt, þannig það bara stundum með mamma lasin og stundum vill kærastan skilja við hann. Sigga ætlaði að fara með eitthvað til Evrópu, til Póllands, eða ekki? Jú, þegar þú spurði mig þá datt mér bara það sama í hugum, þetta er alltaf í hug Kieslowski, því að hann er alltaf fyrsta valið mitt bara, og mér finnst þetta einn svona að hann með ekki gleymast og hann bara næstu kynslóðir með að gjarnan heyra meir hann og horfa á myndirnar, og það er svo gaman núna, þetta, þú veist, nútíminn hefur bæði kosti og galla, það sko, núna er hægt að nálgast myndirnar hans, sko, eldri myndirnar líka, víða á netinu. Criterion er nú með eitthvað, sko, og svo sá ég líka á Mubi að það er hægt að, sko, nálgast bara flestar af gömlu myndunum hans, sem að áður var, þetta, þú veist, hægt kannski að nálgast, sko, þríleikinn, töfald í verðum, og boðorðinn í mesta lagi, sko. En nú er hægt að bara nálgast alveg heilmikið af þessu á netinu. Og mér finnst hann bara svo stórkostlegt dæmi leikstjóra sem sagt höfðaði bæði til, hann var óhemju listræn, en náði samt svona mainstream áhorfendum líka. Og þetta er bara svo stórkostleg sagnahefð og hann notar bara miðilinn kvikmyndina svo vel, svo mikið sagt með því sjónræna, og svo náttúrulega ég sérstaklega hrifin á hann líka af því að hann er að fjalla það sem að mér finnst alltaf mest spennandi í bæði bókum og myndum og sjónvarpsþáttum. Það er svona hvenær er eitthvað örlög, hvenær er eitthvað plana, þú veist, hvernig lífinu vindur áfram af allskyns hlutum sem að maður kannski, þú veist, stjórnar ekki. En annað er eins og það hafi gjörsamlega verið bara sett upp fyrir mann þó maður hafi ætlað eitthvað allt annað. Og svo myndirnar alltaf svo ofboðslega marglaga líka, þú veist, það er hægt að taka og horfa á þær, sko, hægt að taka og horfa til dæmis á rauðan bara út frá tækni, og ég er enda sérhæði mig í litunum, sko, því að rauðliturinn þýðir alveg rosalega mikið í rauðum og blái í bláum og hvíti í hvítum, og hann sagði, þú veist, glottandi að hann hefði ekkert verið, þú veist, það er ekkert með symbolík en samt hefði hver einasti hlutur meiningu, og það var alltaf bara áskorun fyrir alla sem eru kvikmyndanördar, finna þá, þú veist, hvað það er. Og það er gaman að skoða bara út frá, sko, í bláum eins og sem fjallar frelsi, maður einhvern frjáls sem maður missir alla sem maður elskar, þú veist, og reynir að tengjast einhverjum öðrum, verður maður þá frjáls, og þú veist, hvernig hann notar, sko, híminin og vatnið og gler og þú veist, alla hluti svona til að tengja þetta saman, án þess að það verði svona þvinga, sko. Mér finnst hann bara svona einn mesti kvikmyndasagna-mistari sem að uppi hefur verið. En það er líka ég. En ég held að það reyndar eru mjög margir sammála það að hann gerir góða kvikmyndir. Það má kannski bara endast á að það er eiginlega rannsóknarefni bara áhrif Kieslowskis og íslenskar kvikmyndir út af því að ég man að Ísolt sagði mér að þegar hann var að gera andið eðlilega, hann var svona leit af sínum Kieslowski blokkum í Keflavík. Og það er, sko, hún var með pólska kvikmyndatökukonu sem að tók líka Ölmu, og það er enn annar sem að tók Volka, þannig að það er svona þessir pólsku kvikmyndatökumenn eru svona að fara að taka upp Ísland núna, það er kannski næsta Ísland. Ég hugsa nú bara að þú veist að fáir kvikmyndagerðarmenn í heiminum hafa ekki, sko, það eru svona nokkrir sem að þeir verða alltaf óhjákvæmilega fyrir áhrifum af, þú veist,
það Kieślowski og Bergman og þessi kallar. Það er eitthvað svona aðeins sem tekið bara mismunandi hvað og maður sér náttúrulega mjög mikið bæði, maður sér þegar það einmitt myndatakan og þegar speglaninn sem hann var nú frægur fyrir, leiðum maður sér einhvern nota bara, speglun í auga hersts eða speglun í teskeið eða eitthvað, að þá sigmúla eða eitthvað svona eða svona ljós og skugga sem dansa á andliti á það sér maður oft svona, sér maður annarkvæmt pínu eins og vísun í Kieślowski eða Bergman eða hinn og þessa af þessum stóru og tör öllum. Heyrðu, þá bara þakka þér kærlega fyrir því að áhorfendur þurfa að fara að elda áður en þeir horfa á síðasta ófæra þáttinn, sjá hversu spámannlega við höfum verið vaksin núna. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir mig og bara takk fyrir komin í stúdíóið. Takk fyrir mig.